Jói, velkomin. Takk fyrir. Herru, byrjum aðeins á síðasta leik, góður sigur. Hvernig er svona stemningin í hópnum? Stemningin bara mjög góð. Við byrjum ekki nógu vel í leiknum móti Víkingum en svo bara komum við tilbaka í leiknum móti Fram og tökum góð 3 stig á útivelli og erum bara klárir og eftirvæntingarfullir að spila fyrsta leik í Pepsdeild heima. Já. Og það er Stjarnan. Hvernig svona leggst sá leikur í þig? Bara mjög vel. Við vitum að þeir eru sterkir og erum sterka einstaklinga en við bara ætlum okkar að berjast fyrir öllum stígunum allan tíman og sjá bara svo, hvað kemur út af því. Já. Ykkur er náttúrulega alltaf gengið vel á heimalli, þannig að þið náttúrulega alltaf reyna að halda því áfram. Já, við reynum bara að halda upptökum hætti með heimavöllin. Það er eins og þú segir alltaf gengið vel og við fyrir ekkert að reyna að breyta því. Það er bara, við ætlum okkar alltaf að fá all stíðin sem er í boði hérna á heimavölli og það kemur ekki til greina á morgun. Og hvernig leggst síðan sumarið? Bara vel, við vissum þetta er í stökk og við erum kannski ekki að spila jafn fallega knattspyrnu í fyrra en baráttan er þeim meiri og við vitum það að við leggjum okkur fram og berjumst allan tíma þá hefur við eftir að fá fullt af stíðum í hús, það er pottitt. Og það er náttúrulega mikilvægt að stuðningsmenn mæta á morgun og hvernig gjör? Já, algjörlega, maður náttúrulega, eins og ég segi, við erum svektir ef við náum ekki fylla stúkuna. Það hefur ekki sést hérna úrvalsdeildarleikur hérna með ána í mörg ár og bara það að vera konir upp og maður hefði haldið að það ætti að trekkja fólk að og vonandi allavega. Herru, takk fyrir á. Yes. Dóri, velkomin. Takk. Herru, glæsilegur sigur á móti Fram síðast, bara svona í örstuttum málum leikinn. Já, þetta var svona baráttu sigur og menn lögðu sig 100% fram og uppskáru eftir því og bara mjög sterkur svona karaktersigur og bara jákvætt, frábær stemning. Það verður ekki af þeim Mjölnismönnum tekið að þeir eru alveg einstakir, þannig að við erum vonað góða morgun. Það er náttúrulega fyrsti heimaleikurinn á morgun. Hvernig er svona stemningin í hópnum fyrir leiknum? Það er mikil eftirvænting í hópnum og klúbnum í heild held ég. Við erum náttúrulega búin að bíða eftir þessu í 9 ár að verða, þannig að það er óhjákvæmilega mikil spenna og það máli búist við því að það verði mögnuð stemming og skemmtileg stund. Stjörnumenn koma í heimsókn. Hvernig svona leik megum við reikna með á morgun? Þetta er nú svona skemmtileg lið, þannig að með svona léttleikandi menn inn á milli og ég hef bara trú á því að þetta verði skemmtilegur leikur og það verður erfiður leikur, ég held að það sé engin spurning. Þeir voru óheppnir í sínum fyrsta leik sérstaklega og þannig að ég á vona alveg hörkuleik en hugafarið hjá okkar mönnum það verður í lagi, það er ekki spurning. Já, þannig að það er kannski baráttan verður kannski líkillinn á morgun? Baráttan það skiptir engum máli hvað maður getur í fótbolta ef að hausinn og baráttan er ekki í lagi. Þegar það skilar sér, þá get hann út í limina og þá lítur þetta allt saman miklu betur út. Eru einhverju meiðsli á hópnum eða eru allir tilbúinir fyrir leikinn? Allir sem voru í síðasta leik eru allavega heilir. Dissoler er svona að skríða saman en það kemur kannski ljós á eftir hvort hann er leikfær. Þannig að það er bara mikilvægt að stuðningsmenn mæti á morgun og styðja ykkur. Ég held að það skipti rosalega miklu máli og ég veit náttúrulega að það verður stemming hérna. Ég þarf ekkert það er enginn vafi í mínum huga að þetta verður rosalega gaman og til þess að fullkomna kvöldi þá þurfum við að standa okkur inn á vellinum og við gerum það. Takk fyrir. Takk sem leiðis.